Gott fólk, forseti IEC, Emily Shaw from UFA and Laurent Diac from FIFA, welcome. And thank you for your support in a turbulent time and in many ways difficult time. We appreciate your support tremendously. Ég segi þennan aukafund settan og les upp eftirfarandi yfirlýsingu. Árið 1956 var síðast boðað til aukaþings KSÍ. Eitt helsta málefni þess aukaþings voru lagabreytingar og svo málefni Laugardalsvallar, meðal annars áskorun á svokallaða Laugardalsnefnd að flýta svo framkvæmdum Laugardalsvallar svo hann verði tilbúið til notkunar 1957. Nú hefur hins vegar verið boðað til aukaþings að kröfu formannafundar ITF frá 29. ágúst og 9 félaga í 2. og 4. deild. Kröfu formannafundar ITF aukaþing fylgdi einnig sú krafa að stjórn KSÍ og framkvæmdastjóri öxluðu sameiginlega ábyrgð á atburðum dagana 27. til 29. ágúst síðastliðinn. Formannafundurinn var einhuga að knattspyrnuhreyfingin gæti ekki samþykkt að núverandi stjórn KSÍ og framkvæmdastjóri sambandsins leiði vinnu við að lagfæra þá hluti, eins og segir í yfirlýsingunni frá formannafundinum, lagfæra hluti sem farið hafa aflaga og skoða frá grunni þá menningu sem við lýði innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Sem kunnugt sagði formaður stjórnar KSÍ af sér að morgni sunnudagsins 29. ágúst. Síðla þess dags sendi stjórnin frá sér yfirlýsingu þar sem eftirfarandi kemur fram. Kæru þolendur, við stjórn Knattspyrnusambands Íslands trúum ykkur og byggjum ykkur innilega afsökunar. Við vitum að við sem ábyrgðaraðilar höfum brugðist ykkur og við ætlum okkar að gera betur. Stjórnin hefur fundað undanfarna daga þær alvarlegu ásakanir sem beinst hafa að sambandinu að undanförnu þöggun kynferðisbrota. Við lítum málið afar alvarlegum augum. Nú þegar hefst vinna með utanaðkomandi fagaðilum að endurskoða öll vinnubrögð við kynferðisbrotum og ofbeldi innan hreyfingarinnar og hvernig staðið var og verður að stuðningi við þolendur. Faghópur verður settur á laggirnar og heitir stjórn KSÍ því að taka á þessum málum af alvöru og festu og fylgja ráðleggingum faghópsins. Þá kom einnig fram í yfirlýsingunni að allir stjórnarmenn hafi íhugað stöðu sína en til að tryggja órofna starfsemi sambandsins hafi niðurstaða stjórnar verið sú að skynsamlegt væri að hún sæti fram að næsta ársþingi KSÍ sem haldið verði í febrúar á næsta ári. Þessi áform urðu að engu með ályktun formanna félagana innan ITF sem samþykkt var í miðri atburðarásinni. Því var á fundi stjórnar mánudaginn 30. ágúst eftirfarandi samþykkt. Fyrsta, vinnu faghóps endurskoðun viðbragða við kynferðisbrotum og ofbeldi innan hreyfingarinnar og hvernig staðið var og verður að stuðningi við þolendur verður áfram í forgangi. Annað, stjórnin mun áður en til þingsins kemur skila umboði sínu til aukaþingsins og fulltrúar í stjórn, varafulltrúar og landshlutafulltrúar segja sig frá störfum fyrir KSÍ. Þriðja, framgangur málsins í samræmi við áskoranir íslensk toppfótbolta óskir fulltrúa félagana sem sent hafa áskorun aukaþing og þrýsting frá samfélaginu. Fjórða, stjórnin hefur fundað með forseta ISÍ framgang málsins það hvernig best verður að haldið starfsemi KSÍ fram að aukaþingi. Og 5. Fundað verður með fulltrúum
UEFA og FIFA stöðu málsins og fyrirhuguð stjórnarskipti þannig að ekki þurfi að koma til afskipta knattspyrnusambandana að starfsemi sambandsins. En á þessum fundi, 30. ágúst, sagði Ásgeir Ásgeirsson sig frá trúnaðarstörfum fyrir KSÍ. Stjórn KSÍ óskaði eftir því við ISÍ að gerð yrði úttekt á þeirri atburðarás sem leiddi til afsagnar formanns og fyrirhugaðrar afsagnar stjórnar KSÍ. Þess var óskað að úttektin og niðurstaða hennar yrði unnin eins fljótt og kostur og sú vinna komin af stað. Sú alvarlega staða uppi að tilteknir leikmenn karlalandsliðs Íslands eru sakaðir ofbeldi og kynbundið ofbeldi. Slíkt hlýtur að kalla á umfjöllun og eftir atvikum viðbrögðum af hálfu forystu KSÍ, en tilkynningum sem hafa borist hefur verið komið í viðeigandi ferli. Í hreyfingu sem með 30.000 iðkendur óviðunandi með öllu að þeir sem helst eiga vera til fyrirmyndar bregðist trausti annara. Ekki þarf að fara mörgum orðum það hversu mikill heiður það að vera fulltrúi Íslands á alþjóðavettvangi. En þeim heiðri fylgir ábyrgð og sú skylda að koma fram af ábyrgð. Það hlutverk KSÍ að standa vörð uppeldislegt gildi knattspyrnunnar og það einnig hlutverk KSÍ að tefla fram landsliðum í alþjóðlegri keppni. Í þessu sambandi einnig mikilvægt að minna á að KSÍ og félög innan sambandsins hafa heitið því að vinna gegn hvers konar ofbeldi, mismun á grundvelli trúarskoðana, kynferðis, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana og þjóðernis. Þessum skuldbindingum verður að mæta með aðgerðum ef og þegar út af brugðið. Við undirrituð sem höfum setið í stjórn KSÍ og haft til þess skýrt umboð ársþings sambandsins urðum fyrir vonbrigðum með niðurstöðu formanna og þar með félaga innan ITF. En þegar svo stór hluti hreyfingarinnar kallar eftir afsögn stjórnarinnar að sjálfsögðu ekkert annað í stöðunni en að verða við því ákalli og það varð að sjálfsögðu niðurstaða okkar. 3 fulltrúar í stjórn, fulltrúi ITF og 1 í varastjórn KSÍ hafa ákveðið að gefa kost á sér að nýju til áframhaldandi starfa í bráðabirgðastjórn sem kosin verður á þessu aukaþingi KSÍ. Með því vilja þeir leggja sitt af mörkum til að þekking og reynsla nýtist áfram að minnsta kosti til næsta ársþings og njóta þeir til þess fulls trausts og stuðnings okkar sem víkjum af vettvangi. Við hin sem eftir sitjum í stjórn KSÍ, varastjórn og sem landshlutafulltrúar göngum ósátt frá borði enda brennum við fyrir fótboltann. En að því sögðu höfum við engu að síður fullan skilning á þeirri stöðu sem upp komin því það eru heildarhagsmunir knattspyrnunnar og KSÍ sem eru ofar öllu öðru. Við öxlum því okkar ábyrgð, stígum auðmjúk til hliðar svo friður geti skapast starfsemi hreyfingarinnar og hægt verða að byggja upp traust að nýju. Við bendum jafnframt stolt á þau framfaraskref sem stigin hafa verið í knattspyrnunni á síðustu árum og misserum meðal annars að bæta stöðu kvenna í knattspyrnu og jöfnun ferðakostnaðar aðildarfélaga. Því skal haldið til haga að undirritaðir stjórnarmenn eru allir sjálfboðaliðar í stjórn KSÍ. Við erum ekki gerendur í þeim málum sem til umfjöllunar hafa verið, en við berum ábyrgð á málsmeðferðinni. Við sem fulltrúar í stjórn KSÍ erum einstaklingar
sem fordæmum hvers kyns ofbeldi. Stjórn KSÍ hefur viðurkennt að hafa ekki brugðist við ábendingum ofbeldi innan hreyfingarinnar með afgerandi og skýrum hætti og beðist afsökunar á því, en stjórnin hefur sett af stað vinnu sem án vafa mun leiða til framfara og faglegra vinnubragða í íþróttahreyfingunni. Við óskum jafnframt nýrri stjórn velfarnaðar. Þrátt fyrir að það sé nú ekki aðalefni þessa aukaþings engu að síður tilefni til að taka upp þráðinn frá síðasta aukaþingi KSÍ fyrir 65 árum og skora á ráðamenn þessa lands að byggja upp nýjan og glæsilegan þjóðarleikvang í knattspyrnu sem við getum öll verið stolt af. Ágæti þingheimur, við undirrituð segjum hér með af okkur öllum trúnaðarstörfum innan KSÍ en óskum iðkendum, starfsfólki og ekki síst sjálfboðaliðum velfarnar á komandi árum með þökk fyrir samskipti og samstarf. Reykjavík 2. október 2021, Gísli Gíslason, Ragnhildur Skúladóttir, Borghildur Sigurðardóttir, Ingi Sigurðsson, Orri Vignir Hlöðverðsson, Jakob Skúlason, Björn Friðþjófsson, Tómas Þóroddsson, Jóhann Króknes Torfason, Guðjón Halldórsson, Þóroddur Hjaltalín, Valgeir Sigurðsson, Þorsteinn Gunnarsson, Magnús Gylfason og Bjarni Birkisson. Ég hef lokið máli mínu og bið framkvæmdastjóra að leiða inn næstu verkefni aukaþings. Takk. Góðir gestir, góðir þingfulltrúar. Samkvæmt lögum KSÍ ber að staðfesta lögmæti þingsins við þingsetningu. Til þess engin vafi leki á lögmæti þessa aukaþings, þá ber ég upp þá tillögu að þingforsetum verði falið að staðfesta lögmæti þingsins þegar þingforsetar hafi kosið sér, þegar þingfulltrúar hafa kosið sér þingforseta. Ég kynni til sögunar gul og rauð atkvæðaspjöld. Við taki eftir því að við erum búin að breyta liti, en það í samræmi við átak KSÍ það að vekja athygli á litblindu. Ef þið ætlið að segja já, þá það gult, nei, rautt. Ekki sæmilega skýrt. Gott. Ef þið eru sammála því, þeirri tillögu að þingforsetum verði falið að staðfesta lögmæti þingsins, vinsalast sýnið gulspjöld. Takk fyrir. Það samþykkt og fært til bókar. Samkvæmt lögum KSÍ komið á kosningu kjörbréfanefndar. Fyrir liggur tillaga Kötlu Guðjónsdóttir, formann, Gísla Gunnar Oddgeirsson og Hörpu Frímannsdóttir. Ef þið eru sammála þeirri tillögu, vinsalast lyfti gulu spjöldum. Það samþykkt og þá getum við haldið áfram. Kjörbréfanefnd beðin að taka til starfa og starfsmenn kjörbréfanefndar eru Birgir Sveinsson og Kolbrún Arnardóttir. Komið að kosningu fyrsta og annars þingforseta. Fyrir liggur tillaga Þórir Haraldsson og Helgu Guðrúnu Guðjónsdóttir. Ef þið eru sammála þeirri tillögu, vinsalast lyfti gulu spjöldum. Það samþykkt. Nú bið ég þá þingforseta að taka við að mér og ég vil hverfa pontu, gjöru svo vel. Ágætu þingfulltrúar og gestir, við Helga viljum þakka fyrir það traust sem okkur sýnt að stýra þessu þingi hér í dag. Eins og fram hefur komið þá þingið eftir aukaþing með takmarkað verkefni, en þegar skal gengið til dagskrár samkvæmt lögum KSÍ, samkvæmt 11. grein laga KSÍ, að svo miklu leyti sem að sú lagagrein á við aukaþing sem til boðað með sérstökum hætti. Það
Þannig verður ekki að ræða hér hefðbundnar skýrslur eða reikninga en öðru leyti verður farið eftir lögum KSÍ. Fyrir liggur fyrsta verkefni að staðfesta lögmæti þingsins. Fram lagt boðunarbréf til þings dagsett 3. september 2021 og samkvæmt 13. grein, samanber 8. grein laga KSÍ þá boðunarfrestur til aukaþings 1 mánuður. Þetta uppfyllir þau skilyrði, þannig að ég legg það fram og legg undir þingið að staðfesta lögmæti þingsins að til þess sé löglega boðað og bið ykkur að gefa merki með því að lyfta atkvæðaskjöldum. Takk fyrir, það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá liggur fyrir að kjósa þingritara. Fyrir liggur tillaga Ágúst Inga Jónsson og Dag Svein Dagbjartsson. Eru fleiri tillögur? Fyrst að svo ekki, þá bið ykkur að staðfesta það með lyfta spjöldum. Takk fyrir, þingfulltrúar góðir í gulu spjöldunum í dag. Það samþykkt samhljóða. Ég bið þá þingritara að taka þegar til starfa. Samkvæmt lögum þá næsti dagskrárliður hér í dag er ávörp gesta. Fyrstur gesta hefur hvatt sér hljóðs Lárus Blöndal, forseti ISÍ. Gjörðu svo vel. Þingforsetar, góðir þingfulltrúar, representatives of UEFA and FIFA. Það hefur mikið gengið á hjá KSÍ á undanförnum vikum. Ég leyfi mér að vísa til þess sem framkom í máli Gísla Gíslasonar hér áðan aðdraganda þess að formaður KSÍ sagði af sér í lok ágúst og stjórn KSÍ ákvað að boða til aukaþings og segja af sér ekki síðar en á þessu þingi sem núna hefur þá átt sér stað. Nú við erum stödd á þessu aukaþingi þar sem kjósa á stjórn til bráðabirgða fram til reglulegs þings KSÍ í febrúar. Nú það ljóst að þessir atburðir sem hér hefur verið lýst, þær ásakanir sem fram hafa komið á hendur KSÍ og sú staða sem KSÍ nú komið í, kallar á ítarlega skoðun og greiningu á því sem þarna gerðist. Við hjá ISÍ höfðum nokkra aðkomu að lokametrum atburðarásarinnar í lok ágúst og þá fyrst og fremst til að tryggja að sambandið yrði áfram starfhæft. Og ég verð að segja að stjórnarmenn KSÍ sýndu á þeim tíma mikla ábyrgð og tryggð gagnvart starfi sambandsins þegar þeir ákváðu að sitja fram að aukaþinginu í stað þess að ganga þegar í stað frá borði eins og krafist var og þeim hugnaðist best. Það hefði getað haft alvarlegar afleiðingar fyrir knattspyrnuhreyfinguna langt inn í framtíðina ef svo hefði farið. Nú frá lokum ágúst til dagsins í dag hefur ýmislegt gerst. KSÍ stofnaði starfshóp sem leggja áfram tillögur að úrbótum varðandi vinnulag og ferla í tengslum við jafnrétti og kynferðisofbeldi, bæði hjá KSÍ og innan félagana. Hópurinn mun einnig leggja fram tillögur að því hvernig má vinna betur með viðhorf, kynjamenningu og þekkingu á málaflokknum innan knattspyrnuhreyfingarinnar, til dæmis með því að bæta ákveðinni þekkingu inn í fræðslu og fleira. Nú eins og kom fram hérna áðan að þá fór stjórn KSÍ þess á leit við ISÍ, þar sem ISÍ hefur eftirlitsskyldu með sérsamböndunum, að ISÍ sett á stofn nefnd til þess að gera úttekt á viðbrögðum og málsmeðferð KSÍ vegna kynferðisofbeldismála. ISÍ hefur skipað þá nefnd með utanaðkomandi sérfræðingum og starf hennar nú í fullum gangi. Gert ráð fyrir að hún skili af sér ekki síðar en í nóvember næstkomandi. Í nefndinni eiga sæti Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari, Rán Ingvarsdóttir lögfræðingur og Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur. Í verksamningi verkefnum nefndarinnar lýst með þeim hætti að það eigi að framkvæma úttekt á viðbrögðum og málsmeðferð KSÍ, stjórnarmanna þess og starfsmanna vegna kvartana og ábendinga sem KSÍ hafa borist kynbundið og kynferðislegt ofbeldi
innan hreyfingarinnar á árabilinu 2010 til 2021. Að leitast við að staðreyna eins og kostur þá atburðarás sem leiddi til afsagnar formanns og fyrirhugaðrar afsagnar stjórnar KSÍ sem nú orðin að raunveruleika, ásamt því að skoða ásakanir sem fram hafa komið meðal annars svokallaða nauðgunar og þöggunar menningu innan sambandsins. Að staðreyna eins og kostur hvaða vitneskja eða upplýsingar hafi verið innan stjórnar og eða starfsmanna KSÍ eða borist sömu aðilum að leikmenn landsliða eða aðrir sem starfa fyrir KSÍ hafi beitt kynbundnu eða kynferðislegu ofbeldi á þessu árabili frá 2010 til 2021. Og síðan að leggja grundvöll að tillögum umbætur, verkferla og frekari viðbrögð ef ástæða þykir til. Einnig hluti af verkefnum nefndarinnar að skoða hvort eitthvað í skipulagi KSÍ hafi hamlandi áhrif á þátttöku kvenna í starfinu, þar sem fram hafa komið ásakanir eða fullyrðingar að sambandið sé mjög karllægt og konur eigi þar erfitt uppdráttar. Þessu til viðbótar þá hefur framkvæmdastjórn ISÍ skipað starfshóp til að skoða ferla, vinnubrögð og ekki síst heimildir til aðgerða þegar upp koma ásakanir brot innan hreyfingarinnar og sú nefnd að störfum. Það rétt að taka það fram að störf bæði vinnuhóps KSÍ og þessa vinnuhóps ISÍ sem sagt að vinna þeirra verður nýtt í þágu allra hreyfingarinnar og mun sem sagt vera notað til að bæta starfið í öllum einingum hennar. Það því ljóst að það ýmislegt í gangi þessa stundina til að tryggja að upplýsingar verði upp á borðum varðandi störf KSÍ og að regluverk, verkferlar og úrræði séu til staðar ef bregðast þarf við ofbeldi eða öðrum brotum. Þessi viðbrögð KSÍ og ISÍ bera það með sér að þessu máli tekið af mikilli alvöru. Það rétt að minna á það að frá upphafi MeToo-byltingarinnar hefur íþróttahreyfingin kappkostað við að bæta fræðslu, reglur og verkferla. Risastórt skref var stigið með stofnun embættis samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs sem Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra stóð fyrir í samráði við íþróttahreyfinguna, en samskiptaráðgjafinn tók til starfa vorið 2020. Í lögum embættið markmiðum þess lýst þannig: markmið laga þessara að íþrótta- og æskulýðsstarf fari fram í öruggu umhverfi og að börn, unglingar og fullorðnir óháð kynferði eða stöðu að öðru leyti geti stundað íþróttir eða æskulýðsstarf og leita sér aðstoðar eða leita réttar síns vegna atvika og misgerða sem eiga sér stað án þess að þurfa að óttast afleiðingarnar. Embætti samskiptaráðgjafa hefur reynst mjög vel þessi misseri sem hann hefur starfað og það engin vafi á því að tilkoma hans algjör bylting frá því sem áður var. Með honum komin farvegur fyrir mál hjá hlutlausum aðila sem tryggir réttláta málsmeðferð. Samskiptaráðgjafinn nú með vinnuhóp að störfum sem settur var á laggirnar í apríl í vor, sem hefur meðal annars það hlutverk að samræma ferla varðandi tilkynningar atvik, viðbrögð þar að lútandi varða þá aðila sem þjónusta embættisins tekur til. Það rétt að ítreka það enn og aftur líka að það mjög skýrt í regluverki ISÍ og íþróttahreyfingarinnar í heild að ofbeldi ekki liðið. Það útgangspunktur sem engin afsláttur gefinn af. Þannig skal ISÍ berjast gegn hvers konar mismunun og ofbeldi í íþróttum, hvort sem að tefla mismun vegna kynþáttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar eða af öðrum toga. Þá ber ISÍ að vinna því að tryggja að í íþróttum ríki drengskapur og ofbeldi sé bannað. En það auðvitað þannig að það ekki hægt að koma alferð í veg fyrir ofbeldi, því miður. En komi upp ofbeldi af einhverju tagi, þá teljum við okkur hafa verkfæri til að takast á við það og leysa úr því á sem vandaðastan hátt. Íþróttastarfið eins og allir vita mjög mikilvægur þáttur í lífi langflestra fjölskyldna í landinu.
Við verðum að tryggja það góða og öfluga starf, haldi áfram að gefa af sér til þjóðfélagsins og gegni sínu mikilvægu uppeldishlutverki. Sjálfboðaliðar eru fjársjóður sem íþróttastarfi byggir að stóru leyti á. Áætlað er að yfir 30.000 sjálfboðaliðar starfi innan íþróttahreyfingarinnar. Þeir gegna ýmsum hlutverkum, þeir sitja í stjórnum sambanda, félaga, deilda, foreldrafélaga og svo mætti lengi telja. Þeir koma framkvæmd íþróttakeppna af öllu tagi. Án þess að öfluga sjálfboðaliða starfs væri íþróttastarfið ekki svipur hjá sjón. Við þurfum að hugsa sjálfboðaliðana sem starfa innan íþróttahreyfingarinnar og efla þá bæði með fræðslu og upplýsingum og svo þarf að tryggja að það umhverfi sem að þeir starfa í sé þannig að fólk gefi kost á sér sem sjálfboðaliðar. Mér langar að þakka þeim stjórnarmönnum sem að nú að hverfa á braut úr stjórn KSÍ og einnig Guðna Bergsinni, fráfarandi formanni, fyrir þeirra framlag til íþróttastarfs á Íslandi. Á síðustu árum hafa landslið Íslands, bæði í knattspyrnu karla og kvenna, náð frábærum árangri, svo allur heimurinn hefur tekið eftir og furðað sig á. Slíkur árangur næst ekki nema að baklandi sé til staðar og starfi vel. Ég vil líka óska þeirri stjórn sem að mun taka við stjórnartöfumönnum á þessu aukaþingi velfarnaðar í sínum störfum og veit að í höndum þeirra muni starfið áfram blómstra og það er mikil heiður að fá að taka sæti í stjórn KSÍ en því fylgir líka mikil ábyrgð. Að lokum vil ég fagna því að kona verði nú í fyrsta sinn kjörinn formaður KSÍ og einnig er ég mjög ánægð með það að sjá að það verða 4 af 9 stjórnarmönnum verða konur í þetta skiptið. Takk fyrir. Þakkum Lárusi hlý orð í garð knattspyrnuhreyfingarinnar á Íslandi. Next on the floor, welcome, representative of UEFA, Ms. Emily Shaw, UEFA's Head of Executive Office, please. Góðan daginn. Gaman að sjá alla. Ég ekki góður á íslensku og allir að skipta til ensku núna. Thank you. It's a great honor to be here in Iceland for this extraordinary Congress, and I promise to keep this speech short and sweet. I would like to start by sending the warm regards of our UEFA President, Alexander Ceferin. He also extends his congratulations to the soon-to-be-confirmed President of the Icelandic FA, Vanda Sigurgeirsdóttir. What will happen in a few moments is not just a historical moment for Iceland, it will also be a historical moment for Europe. Vanda, you will be the first ever woman president of a UEFA member association. This is therefore alone something very positive to celebrate. That said, we cannot forget the very unfortunate circumstances that brought us here today. And while the past weeks have been more than difficult, there is no doubt that many invaluable lessons have been learned. So I want to thank the KSI administration, the technical staff, as well as the acting president, Gisli Gislason, the other outgoing board members for their continued hard work and dedication and ultimately enabling a very smooth transition in leadership. Thank you for all you have given to Icelandic football, to the communities across this country over the many years. Thanks to this smooth transition, the KSI is now in a position where it can look up and can move forward. And Vanda,
You will not be alone, of course. You will start this new KSI chapter with a great mix of fresh and experienced board members, hopefully, a very experienced general secretary, and of course, all the highly qualified individuals working within the KSI administration and of course also the technical team. I'm joined here today with my colleague from FIFA, Laura Dijak. Laura and I are waiting for your visit in Switzerland at both the UEFA and FIFA headquarters, and you can of course count on our support. I'd like to close by making you all aware of something very important and something which you should always remember. The international football community has the highest respect for your federation, for what you've achieved for both men's and women's football. And I'm not just saying this to flatter you, and it's not because of your iconic slow hand clap. With your very small population, you are the example that we use to motivate and inspire the other small, but also medium, and sometimes even the larger national associations across Europe. So this is something which all of you can be truly proud of. And yesterday I was at the Women's Cup final, and the football and the atmosphere again proved this once again, so congratulations. So thank you for your attention. I wish you a great Congress and the best of luck for the exciting challenges ahead. Tack för er. Thank you very much for your warm speech. Then we change again into Icelandic. I know that you have some translations that will keep you informed on what is going on here. Góðir þingfulltrúar, þá höldum við áfram með dagskrá þingsins samkvæmt lögum. Næst á dagskránni að kynna álit kjörbréfanefndar og það formaður kjörbréfanefndar Katla Guðjónsdóttir sem flytur það. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Katla heiti ég og kem frá Víking Reykjavík. Kjörbréfanefndin, já, við erum búin að liggja við tölum núna síðustu daga og þetta var tekið upp eitthvað nýtt kerfi í ár sem búið að gera starfið auðveldara fyrir starfsmenn KSÍ, eitthvað voða tæknilegt og tölvulegt og svona, þannig að við skulum klappa fyrir því. Ég kom hérna fyrir 2 árum fyrst og þá gerist ég sek að gera grín að félögum sem voru með lélega mætingu og Birkir bannaði mér að gera grín að félögum áðan en ég benti honum á það að ég væri formaður nefndarinnar þannig að eins og ég segi, fyrir mér þetta þannig að amma mín heitin, hún kendi mér það að maður á að nýta kosningaréttin og réttin sinn til þingsetu og það 143 fulltrúar sem hafa rétt til þingsetu hér í dag og ég mun mögulega taka fyrir einhver félög sem eru ekki að standa sig að mínu mati. Ég byrja á að lesa upp félagið, svo les ég upp fjöldan sem réttur til þingsetu og svo les ég upp þeir sem eru mættir á þingið. Ef þið skiljið ekki það sem ég að gera þá bara hóið ég mig og ég einfalda mál mitt. En ég ætla að reyna að vera fljót. Ég þarf að mæta svolítið á eftir. Byrja á að lesa upp félögin. Afríka, réttur til þingsetu 1, mættir á þingið 0. Ég er búin að heyra að hann vilji koma á ball kvöldið og það verður ekki kvöld, þannig að Afturelding, 3 sæti, 3 mættir. Augnablik, 1 sem hefur rétt og 0 mættur. Bingo. Álftanes, 1 og 1 mættur. Árborg, 1 og 1 mættur. Berserkir, 1 og 1 mættur. Breiðablik, 4 sem hafa rétt, 4 mættir. Dalvík, 1, 0 mættur. Einherji, 1 mættur. FH, 4, 3 mættir. Gera betur.
Fjarðabyggð 2 og 2 mættir, Fjölnir 3 og 3 mættir, Fram 3 og 3 mættir, Fylkir 4 og 4 mættir, GG 1 og 1 mættur, Grindavík 3 og 2 mættir, Grótta 3 og 2, Hamar 1 og engin mættur, Hamrarnir 1 og engin mættur, Haukar 3 og 3, HK 4 og 4, vel gert, Hvíti riddarinn 1 og 1 mættur, Hörður í Ísafirði, ekki? 1 og 0 mættur, Höttur Huginn 1 og 1 mættur, Ía 4 og 2 mættir, IBVF 4 og 3 mættir, IH 1 og 0 mættur, IR 2 og 2 mættir, Ísbjörnin 1 og 0 mættur, Káa 4, 2 mættir, Kári 1 og 0 mættur, KB 1 og 0, Keflavík fullt hús 4 sæti og 4 mættir, KF 2 og 0 mættur, KFG 1 og 0, KFR 1 og 1, KFS 1 og 1, KH 1 og 0, Kormák og Hvöt 1-1, KR 4-3, Kría 1 og 0, KVAF 1 og 0, Leiknir 2 og 2, svo það svakalegt, Leiknir Reykjavík 4 og engin mættur, Léttir 1 og 1, Magni 2 og 2, Mídas 1 og 0, Njarðvík 2 og 0, Reynir 2 og 2. Er þið spennt? Það nóg eftir. Skiptum lið. Selfoss 4 og 3 mættir, Sindri 1 og 0, Skallagrímur 1 og 1, Snæfell 1 og 0, Stjarnan 4 og 4, Tindastóll 4-1, Valur 4-4, Vatnaliljur 1 og 0, Vestri 3 og 3, Víðir 1 og 1, Víkingur Ó 3 og 3, Íslandsmeistara Víkings 4-4, Vængir Júpiters 1-1, Völsungur 2-2, Ýmir 1-1, Þór 1-1, Þór 3 og 2, Þróttur Reykjavík 4-2, gera betur þar, bikarúrslit í gær og svona, Þróttur Vaff 2 og 2, Ægir 1 og 1, já, samtals 143 og það er 101 mættur á þingi. Bara gefum því gott klapp og, nei, ok. Ég skildi ekki. FH, það er 4 og 4 mættur. Nó. 102. Úf, veitu. Þetta er, hvað eru 4 mættir? Ok, ég ætla að lesa aftur frá FH. 4 hafa rétt og 4 eru mættir og klappa fyrir því. Sýnið ykkur Selfyssingar. Ég vil þakka fyrir hressandi framsögu kjörbréfanefndar. Eru athugasemdir við framlagt álit annað en það sem búið að leiðrétta varðandi FH og ef að svo er vinsamlega gefið ykkur fram við Birgi til þess að tekka það af. Það er búið að leiðrétta Selfoss og FH. Ég ætla að byrja ykkur að gefa ykkur fram við Birgi fyrirgefðu. Þetta á nú ekki að taka langa stund, þetta við skulum bara klára með þetta snarrast það, er það ekki? Ég þekki það að borgnesingar kunna að telja og kunna að leggja saman og gerða. En ég ætla bara að segja borgnesingu það að ég er hættur að telja.
Við bara hingrum í örfáa mínútur, þetta við bara göngum frá þessum liða því að hérna klára þetta mál. Svona utan dagskrár þá get ég nú sagt ykkur það, svona ég sendi þakkarpóst á kjörstjórnarfólk mitt í Suðurlandi og þar kom fram að ég þakkaði þeim fyrir það að atkvæðaseðlar væru svolítið þykkir og varanlegir. Það væri búið að telja það á minnsta kosti 8 til 12 sinnum hvern. Það væri nánast komið í gegnum það. Þá kemur viðbótar yfirlit frá formanni kjörbréfanefndar. Við erum búin að skoða þetta. Það er sem sagt leiðrétting hjá FH, 4 sem hafa rétt og 4 eru mættir, fullt hús þar. Selfoss líka með fullt hús, 4 hafa rétt og 4 eru mættir. Og svo er það Þróttur Reykjavík, 4 hafa réttinn og 3 eru mættir. Hvað athugasemdir? Þá liggur fyrir álit kjörbréfanefndar og vil ég bera það undir atkvæði þingfulltrúa að þeir sem samþykkja framkomið álit kjörbréfanefndar og þar með lögmæti fulltrúa sem fram hafa verið talnir gjöra svo að gefa merki með því að rétta upp gulu spjöldin, þeir sem eru á móti rétta upp rautt. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og í samræmi við grein 12.1 í lögum KSÍ liggur því fyrir að þingið er lögmætt og nægilega margir þingfulltrúar eru hér til staðar á fundi. Þá höldum við áfram með dagskrána. Næsti liður á dagskráni eru önnur mál sem borist hafa til stjórnar og taka skal til afgreiðslu í samræmi við 13. grein laga KSÍ. Engin slík mál hafa borist þinginu þannig að þeim dagskrálið er lokað. Næsta lið á dagskrá þá tekur Helga Guðrún Guðjónsdóttir við stjórninni. Góðan daginn, ágætu þingfulltrúar. Næsti liður á dagskrá þingsins eru önnur mál og við þingforsetar viljum óska eftir að fulltrúi vill taka til máls. Hann kynni sig og sem málefnalegur og fjallum þau mál sem tilheyra þessu þingi. Orðið er laust undir önnur mál. Ef enginn óskar eftir að taka til máls, þá göngum við til næsta dagskráliðar sem er kosning. Og tekur nú Steinn Halldórsson, formaður kjörnefndar við. Gjör svo vel, Steinn. Þingforsetar, kæru þingfulltrúar. Þá kemur álit kjörnefndar og fyrsta dagskrá það er kosning formanns KSÍ til bráðabirgða. Eitt framboð barst til embættis formanns og kom það frá Vöndu Sigurgeirsdóttur. Vanda Sigurgeirsdóttir er því sjálfkjörinn formaður KSÍ til næsta ársþings sambandsins sem fer fram í febrúar 2022. Þá er komið að kosningu 8 manna í stjórn til bráðabirgða. Framboð bárust frá Ásgrími Helga Einarsinni, Borghildi Sigurðardóttir, Guðlaugu Helgu Sigurðardóttir, Helgu Helgadóttir, Inga Sigurðssyni, Sigfúsi Kárasyni, Unnari Stefáni Sigurðssyni og Valgerði Sigurðssyni. Fleiri framboð bárust ekki og eru þau því sjálfkjörin.
Þá komið að kosningu þriggja varamanna í stjórn til bráðabirgða. Framboð bárust frá Kolbeini Kristinsinni, Margréti Ágadóttur og Þór Oddi Hjaltalín. Fleiri framboð bárust ekki og eru því sjálf kjörin. Kosning aðalmanna og varamanna landsfjórðungana til 2 ára fór fram á þingi KSÍ 2020 og þar sem aðalfulltrúar landsstjórnar hafa sagt af sér taka varafulltrúar þeirra stjórn en það eru þeir Ólafur Hlynur Steingrímsson, Vesturlandi, Ómar Bragi Stefánsson, Norðurlandi, Magnús Björn Ásgrímsson, Austurlandi, Trausti Hjaltason, Suðurlandi. Orri Hlöðversson var kosinn formaður ITF þann 18. febrúar síðastliðinn og leggur kjörnum til að á aukaþingi KSÍ staðfesti setu hans í stjórn KSÍ fram að aukaþingi knattspyrnuþingi 2022. Þingforseti tekur nú við. Ágæti þingheimur. Þar sem að lagalegum ákvæðum fullnægt að baki setu fulltrúa ITF, þá óskar þingforseti eftir því að þingheimur staðfesti setu Orra Hlöðverssonar sem fulltrúa ITF í stjórn KSÍ fram að næsta knattspyrnuþingi í febrúar 2022 með því að lyfta upp gulum spjöldum. Takk fyrir, þetta staðfest með öllum greiddum atkvæðum og nú má klappa. Hér með staðfest að Orri Hlöðversson mun taka setu í stjórn KSÍ. Þingforseti vill þakka formanni kjörnefndar fyrir og hans fólki og nú höldum við áfram með dagskrána og ætla Þórir að taka við og klára þingið. Takk fyrir mig. Ágætu þingfulltrúar, ég vil leyfa mér að óska nýkjörnu formanni og stjórn til hamingju með kjörið. Næsta mál á dagskrá að bera fundargerð eða þinggerð þingsins upp til samþykktar og ég legg til að þingriturum og þingforsetum verður falið að ganga frá þinggerð. Þeir sem að samþykkja það vinsamlega lyftið gulu spjöldunum. Annars fáið upplestur og þinggerð. Það ákvar engan til þess. En það samþykkt samhljóða. Þá raunverulega dagskrá þessa aukaþings Knattspyrnusambands Íslands tæmd. Ég vil leyfa mér hér í lokin frá okkur þingforsendum að þakka starfsfólki í KSÍ fyrir traustan undirbúning þingsins, þakka ykkur þingfulltrúum fyrir mætingu og þáttöku í þinginu, þakka fráfarandi stjórnarmönnum fyrir áralangt sjálfboðastarf, óska nýkjörnu stjórn og formanni sérstaklega velfarnaðar í sínum mikilvægu störfum fyrir knattspyrnuhreyfinguna á Íslandi, börnin okkar, unglingan og samfélagið allt. Við þingforsetar þökkum samstarfið, óskum ykkur góðrar heimferðar og heimkomu og við gefum nýkjörnu formanni Vöndu Sigurgeirsdóttur orðið til slíta þinginu. Kæru þingforsetar, starfsmenn þingsins, þingfulltrúar, starfsmenn KSÍ og gestir, Laura Diak from FIFA and Emily Shaw, UEFA, welcome to Iceland. And Emily, thank you very much for your inspiring and kind words. Mig langar að byrja á því að þakka fráfarandi stjórn og formanni kærlega fyrir þeirra óeigingjarna starf í þágu knattspyrnuhreyfingarinnar og þar með okkar allra. Með þeim fer mikil reynsla, við vorum að reyna að reikna þetta út og vorum eiginlega komin upp í 100 árum, held ég. Og það verður sannarlega áskorun að fylla þeirra skörð. Þá vil ég þakka starfsfólki KSÍ sem starfar ötulega að framgangi knattspyrnunnar, jafnvel í gegnum öldusjó eins og þann sem hefur verið undanfarið. Þessir aðalar eiga allt okkar hrós skilið. Sjálf hef ég verið
partur af þessari hreyfingu nánast allt mitt líf. Byrjaði í yngri flokkunum karla með Tindastóli og endaði sem foreldri og sjálfboðaliði. Ég á þessari hreyfingu margt að þakka og ég tel að marga af mínum bestu eiginleikum tel ég mig hafa fengið frá fótboltanum. Bæði sem leikmaður, þjálfari, sjálfboðaliði og stjórnarmaður. Þessi hreyfing okkar, hún frábær. Fótboltinn mögnuð íþrótt og hún vinsæl hér á landi og út allan heim. Áhuginn gríðarlegur. Það hafa allir áhuga á að vilja tala fótbolta út allt og áhorfið í samræmi við það. Og sem kannski fínt merki þennan mikla áhuga í samfélaginu hér á Íslandi, þá hef ég satt að segja ekki tölu á þeim kveðjum sem ég hef fengið og á þeim fjölda sem hafa stöðvað mig, ókunnugt fólk sem stoppa mig á förnum vegi út allt, hvort sem ég upp í Heiðmörk eða niðri í bæ, til þess að hrósa mér og til að hvetja mig og okkur öll til góðra verka. En þrátt fyrir allt þetta góða í hreyfingunni þá verðum við að horfast í augu við að við að ganga í gegnum erfiða tíma og þá mjög mikilvægt að við stöndum saman. Framundan óumflýjanlega breytingar og ég mun gera mitt allra besta til að leiða hreyfinguna áfram í gegnum þessa umbrota tíma. Og ég viss að saman að þá mun okkur takast það. Ég mjög hrifin af því að hugsa allar krísur, allar erfiðleika sem tækifæri. Og það tækifæri í öllum krísum. Og okkar verkefni saman að gera góða hreyfingu enn betri. Í því samhengi hef ég mikið verið spurð hvað ætla ég að gera. Ég hef meiri áhuga að tala kannski hvernig ég vil vinna heldur nákvæmlega hvað, vegna þess að ég vil samvinnu og samtal. Ég vil hlusta á ykkur og ég ætla að byrja strax á næstu vikum og bara strax í næstu viku með samráðsfundum og upp úr þeim fundum ásamt samtölum við stjórn og starfsfólk vinnum við okkar aðgerðaáætlun. Núna mikilvægt að snúa bökum saman, snúa vörn í sókn og standa þéttu bakið á okkar fólki. Í þeirri orrahríð sem hefur staðið yfir undanfarna vikur, þá finnst mér sérlega mikilvægt að styðja við landsliðsþjálfara A-liðs karla. Við þurfum að sýna stuðning og þolinmæði í þeirri endurnýjun sem framundan Ég mun ekki láta mitt eftir liggja í því. Margir í samfélaginu hafa greint frá áhyggjum af stöðunni. Þar á meðal samstarfsaðilar okkar og bakhjarlar, eins og við mörg höfum heyrt og lesið. Ég skil þessar áhyggjur, en ég vona að okkur takist að samfæra þá að halda áfram að vinna með okkur að góðum verkum. Að lokum þá vil ég segja að víða heim, þar á meðal á Íslandi, þá hafa viðhorf til ofbeldis breyst og það vel. Og við þurfum öll að læra og meginreglan á að vera að við líðum ekki ofbeldi og við þöggum ekki raddir þolenda og þeirra sem telja á sig brotið. Þvert á móti þá hlustum við á þolendur og við skiljum þá ekki eftir í óvissu og vanlíðan með því að taka ekki á málum. Og við stjórnin, þessi nýja stjórn, sem ennþá hefur ekki hist með formlegum hætti, og starfsfólkið, við getum þetta ekki ein. Þið verðið öll að koma með okkur, við verðum öll að vera í sama báti og róa í sömu átt. Við viljum að sjálfsögðu öll halda áfram að byggja upp öll öflugt knattspyrnufólk, góða einstaklinga, byggja upp sterk landslið sem ná árangri og við viljum líka efla grasrótina. En ég tel að við munum ekki ná þeim árangri nema að við horfumst í augu við að við verðum að breyta. Við verðum að fylgja tíðarandanum og við verðum að standa í lappirnar gegn öllu ofbeldi. Íþróttahreyfingin á nefnilega að vera fyrir alla, hún á að vera örugg og hún á að vera leiðandi í að efla einstaklingin og undirbúa fyrir lífið. Við erum uppeldishreyfing leið og við erum að vinna að afrekum. Barátta og læti og hiti og keppniskap, þetta fótboltinn. Þetta fótboltinn. En einelti, kynferðislegt ofbeldi, fordómar og einhvers konar svona ógeðis orðbragð það ekki. Þannig að ég vil að við, eins og ég sagði alltaf þegar ég var þjálfari, spilum með hjartanu og við hérna inni leiðum með hjartanu og gerum það sem rétt. Notfærum okkur þetta keppniskap sem ég vissum að við erum öll með til að ná fram þeim breytingum sem við viljum og sem við þurfum og eins og í öllu að þá setjum við náttúrulega stefnuna á að vera best í þessu málaflokki. Mig langar að þakka starfsmönnum þingsins kærlega fyrir þeirra störf sem og þingfulltrúum. Einnig vil ég þakka nýju stjórninni kærlega fyrir að gefa kost á sér í þetta verkefni. Okkar verkefni ærið, þar á meðal að endurvinna traust. Og að lokum langar mig að þakka ykkur öllum, takk fyrir hvatninguna og allar kveðurnar. Og ef að þið eru með einhverjar efasemdir mig, þá skora ég á okkur að gefa mig séns. Við erum stolt af því að tilheyra hreyfingu
stolt af því að tilheyra hreyfingu sem ætlar að taka sig á og fordæma allt ofbeldi. Og með þessum orðum þá slít ég aukaþingi KSÍ árið 2021 og þakka fyrir mig og góða ferð heim.